Við erum hérna, sitjum inn í bíl sem heitir MG EHS, hann plug-in hybrid þessi bíl. Ég að keyra núna eiginlega í fyrsta skipti þessa árgerð. Ég prófaði hann bíl fyrst fyrir nokkrum árum, þá var hann í valinu bíl ársins og hann kom verulega óvart þar og ég held að þessi bíl sé ekki síri. Við ökum að stað og það fyrsta sem maður tekur eftir að hann bara nokkuð hljóðlátur. Það náttúrulega þetta rafmagnshljóð sem heyrist í öllum rafmagnsbílum í dag og þarf að heyrast, svona lágmarkshljóð til þess að fólk átti sig á því að það sé bíll nálægur. Annars bara fyrstu viðbrögð hjá mér bara rosalega þægilegt að aka. Ég ætla að færa sætið hans aftar. Nei, það fer ekki aftar. Það alveg fínt pláss hérna, það bara þessi miðjustokkur ekki að taka neitt mikið pláss. Ég hefði viljað koma sætinu örlítið aftar en ég get lækkað það. Það gerir miklu meira pláss hérna fyrir hávaxinn manni svo mig. Ég horfi mjög vel út úr bílnum og ég veit að þessi bíll hefur fengið smá gagnrýni fyrir klossa spegla hérna og A-bitinn sé að taka svolítið. Mér finnst það ekkert svo svakalegt. Ég get ekki séð að það sjáist neitt verr út úr þessum bíl heldur en bara Toyota RAV eða Volkswagen, ég veit ekki hvað. Sýnist þetta bara vera mjög svipað. Já, þessi bíll að gefa alls á rafmagnsmótor og með bensínvél. Þannig að gefa 258 hestöfl sem bara alveg yfir nóg fyrir svona bíl. Og það þetta að draga 1500 kílóa kerru eða tjaldvagn eða lítið hjólhýsi á þessum bíl. Þessi bíll plug-in hybrid sem þýðir að hann gengur bæði fyrir bensíni og rafmagni. Nú það 1,5 lítra vél hérna í honum og rafhlaða sem tekur 25 kW sem þýðir að þessi bíll getur farið á góðum degi 1000 km á rafmagni og bensíni. Bensíntankurinn 55 lítrar og rafhlaðan 25 kWh eins og ég sagði áðan. Rafhlaðan gefur drægni upp á 109 km á hreinu rafmagni. Og þessi bíll hann kostar í dag 6.990 sem verður að teljast bara gott verð fyrir bíl í þessum startaflokki. Myndavélin kemur mjög vel út hérna, mjög skýr og hún sýnir vítt sjónarhorn. Það 360 gráðu view hérna. Já, svo hringja svona kirkjuklukkur og það smá hérna úði, þannig að það hérna regnskynjara á rúðunni fyrir í gang hérna. En þú getur slökkt á þessum kirkjuklukkum hljóði. Þetta hraðaviðvörun og þú sért komin yfir hámarkshraða. Við heyrum þetta aftur hérna bara. Svona. Hann kom ekki með það núna. Hann kemur með það einu sinni á einhverjum smá tímafresti og þú getur slökkt á þessu hérna í stýrikerfinu. En þá þarftu líka að gera það í hvert og eitt skipti sem þú sest inn í bílinn og setur hann í gang. Fínt útstig. Mjög þægilegt að stiga inn og út úr bílnum. Flottur þessi hérna þetta stigbretti sem þið sett hérna undir. Það kemur ákaflega vel út. Hann sérlega fallegur þessi bíl. Hann á tiltölulega svona bústnum dekkjum hérna. Þetta eru 230, 50, 19 tómmu felgur. Hér hleðslugáttin. Hún frekar einföld. Þetta pláss hérna fyrir CCS-tengil sem að stingur hér inni og hann tekur 7,5 kWh inn á sig í hleðslu sem ekki mjög hátt. Það tekur 3 tíma að hlaða þessa litlu 25 kWh rafhlöðu. En eins og ég segi, menn gera það nú kannski bara þegar þeir eru heima á kvöldinu og búin að nota bílinn yfir daginn. Hér allt rosalega solid og skemmtilegt. Það vel frá öllu gengi hérna. Það ekki hægt að kvarta við neinu í sambandi við frágang á þessum bíl. Mjög falleg innrétting og úr góðum efnum. Hér allt svona, þetta ekki harðplast hérna. Virkilega smart. Hann tekur misfellur í götunni bara þokkalega vel. Við sjáum það að ég að reyna að fara núna hérna í misfellur. Það ekkert að þessari fjöðrun. Ég að láta hann detta hérna í ræsin í Ringtorginu. Þið finnið alveg að hann bara að fínna. Mér það svona smá vagg í honum eins og í bíl með brunavél. Því hann náttúrulega með brunavél þessi bíl. Mér stýrið á honum
mjög létt og þægilegt, ekkert of létt og svo gefur maður í. Hérna ég kominn á mikið hraða, þá byrjar kirkjuklukkurnar. En hann einhverjar 6, 8 í 100 eitthvað svoleiðis. Og skiptir í raun og veru engu máli fyrir mann hvað hann hraður upp í þá tölum. Þetta mælikvarði til þess að gefa til kynna hvaða afl bíllinn hefur yfir að ráða. Hérna niðri erum við síðan með heildarkílómetrafjölda, það sem eftir á rafhlöðunni og hvað við erum að nota mikið prósent af orku bílsins. Og það hérna snúningshraðamælir og það hægt að sjá að maður sé í ákveðinni aksturstillingu normal núna. Nú ég að fara hérna yfir svona ójafnar misfellur í götunni. Ég að fara yfir misfellur, ekki ójafnar misfellur, ég að fara yfir misfellur og mér finnst hann bara taka þetta mjög vel. Fjöðrun tjekkt, hún bara fín. Við sjáum hérna ljósastikuna hér sem að rennur hérna yfir afturendan. Þetta sjáum við á bílum í dag eins og til dæmis Volkswagen ID-línunni. Við sjáum þetta á bílum eins og Xpeng og Lexus og Mazda og það allir með eitthvað svona. Og ég segi Mazda og Lexus vegna sem ég finnst hann svolítið svipa til svoleiðis bíls hérna aftan á. Mér finnst þetta nokkuð flott. Hérna höfum við farargodsgeymslu sem 448 lítrar. Og það svona nett hérna fyrir smá hluti sem til þess að rúlli ekki í skottinu. Svo svona gardína hérna sem maður getur dregið fyrir sem mjög þægilegt að hafa en kannski ekki eins þægilegt að eiga við hana þegar maður vill taka hana úr bílnum og nýta hérna niðurfellinguna á sætunum. Það engin krókar hérna. Hérna undir síðan viðgerðarsett fyrir ef að springur. Hleðslukapall. Hérna 40-60 niðurfylling á sætum eða við tökum það niður og þá erum við í kringum 1300 og kannski 50 lítra eitthvað svoleiðis. Og svo rafmagnshleri á þessu. Ég get ekki séð neitt af þessu. Þetta frábært. En það komið reynsla á hana bíl. Hann hefur staðið sér mjög vel þessi bíll hérna á Íslandi. Hann virkilega þægilegur í akstri, hann kraftmikill og það gott að keyra hann. Það hægt að sjá síðan hérna í hvaða gír maður það mjög þægilegt og klukka og vélarhiti, útvarpið, alveg ágætis græjur í þessum bíl. Síðan einhver svona aðstofamaður hérna í mælaborðinu sem segir mér að fylgjast með akstrinum. Það myndavél hérna séu þið og hún fylgist rosa vel með manni hvað maður að gera. Ég myndi hugsanlega slökkva á þessu, annars væri maður að stoppa á 5 mínútna fresti og fá sér kaffi. Það hiti í framrúðu, hiti í afturrúðu, en mér finnst galli að þurfa alltaf að fara inn í kerfið og slökkva hérna á hraða viðvörunni. Man ennir ekkert að hlusta á þetta alltaf í akstri. Það sem ég að reyna sýningur með því að vera að stilla bílinn svona á hægri ferð að þetta lærist á stundinni. Þetta ekkert mál að stýra þessu. Ég hef séð flottari infotainment system, Apple CarPlay og Android Auto, það snúrutengt. Græjurnar ágætar, annað þarf ég ekki. Ef ég að keyra eftir þessu leiðsögukerfi þá finnst mér það bara virkilega flott að hafa það hérna í mælaborðinu. Allavega að testa aftursætin í þessu, eins og við gerum alltaf. Þau eru djúp, fín hérna, gott að sitja hérna og það sem það fer mjög vel mig hérna. Ég hávaxinn eins og áður hefur komið fram. Þetta eru svona vasar. Ég mjög hrifinn af öllum frágangi hérna og það hátt undir sætin þannig að ég kem fótunum hérna vel undir og seturnar eru þokkalega djúpar. Mér finnst bara mjög gott að sitja hérna en hins vegar þá fara sætin kannski ekki alveg eins aftarlega eins og ég hefði viljað en það hægt að bjarga þeim með því að lækka þau og það rafmagn í sætunum hérna, rafmagnsstillingar. Það eru 2 USB-C tengi hérna
og maður getur stillt blástur hérna til sín eða frá sér, hvernig sem ætla að hafa það. Ljós hér. Hérna eru síðan hægt að taka niður þennan armbúða og það eru auðvitað glasahaldarar hérna í þessu. Þeir eru reynda frekar svona grunnir, þannig að þetta er frekar svona fyrir kannski dós eða eitthvað svoleiðis heldur flösku, en hins vegar eru svakalega flottir hlíðarvasar hérna í hurðunum sem eru mjög djúpir. Og hérna er þetta koma örugglega slatta þar, jafnvel hálfslítra eða eins og hálfslítra flösku eða eitthvað svoleiðis, lítilsflösku. Áklæðið er alveg þokkalegt hérna, þetta er náttúrulega pleður eins og í flestum þessara bíla. Hérna er Isofix báðum megin hérna, þannig að það er allt sem þarf að vera hérna. Og svona niðurstaðan, í heildina er þessi bíll alveg stórfínn, hann er ekki gallalaus, samanber sætin hérna fram og tilbaka. Ég vil geta farið aftar með sætin heldur en þau fara. Þetta nægir mér alveg, en þegar ég lyfti þeim þá náttúrulega fer sætið framar að sjálfsögðu, það er eðlismálsins samkvæmt. Hann er hljóðlátur, hann er þægilegur í akstri, hann er mjúkur. Þetta er bara fyrirtaks fjölskyldubíll og fyrir þetta verð 6.990.000 eins og hann er í dag, núna í júlí, miðjan júlí 2025, þá held ég að þetta sé mjög góður kostur. Hann er rúmgóður og það fer mjög vel hann í þessum bíl. Allur frágangur til fyrirmyndar. Þetta er bara virkilega smart bíll.